Komið sæl áhorfendur góðir og verið velkomin með okkur í Káa vikuna. Framöndan stútfullu þáttur af skemmtilegu efni. Við ætlum að kíkja á helstu atriði í leik Káa og Keflavíkur, fara yfir næstu umferð, hvað varum að vera hjá yngri flokkurum okkar. Við ætlum að kíkja á 7. flokk karla sem heldur til Vestmannaeyja fljótlega, ásamt fleiri góðu. Við ætlum að byrja hins vegar að sjá helstu atriði úr leik Káa og Keflavíkur og til minni kominn Áskell Gíslason. Ási Gísla, hann þarf að vera sérlegur sérfræðingur. Velkomin Ási og gott að fá þig. Takk fyrir kærlega, það er gaman að vera komin til þín. Við ætlum að henda okkur beint í djúpulaugina og sjáum hér helstu atriðin. Káa Keflavík átti stuð á Akureyrarvelli á laugardaginn og leikurinn byrjaði ágætlega fjörlega þegar Káa fær aukaspyrnu út í vítateigshornið sem Hallgrímur tekur. Boltinn berst á endanum inn í marki og þar eru menn í klafsi. Boltinn berst út í teiginn til Almar sem á skot þó nokkuð framhjá. Fátt markvert gerðist fram að marki Keflvíkinga sem kemur hér. Sigurbergur Elísson kerir mjög vel heldur boltana með 2 menn í sér. Kemst upp að endalínu og gefur boltan fyrir markið og þar Guðmundur Magnússon ansi einn og óvaldaður og stanga boltan fram hjá Rækó í markinu. Hrannar skilinn þarna einn eftir með 2 leikmenn á fjárstunginni. Staðan var 1-0 í hálfleik, Gestorm í vil, en síðan það Káamenn sem eiga hérna hættulega sókn í seinni hálfleik. Elvar Árni með fyrirgjöf sem að Frans Elvarsson var ekki langt frá að skalla í eigið net en heppir með Keflvíkingu þarna. Hér það Beitir sem á útspark. Káamenn vinna enn eitt skallaboltan á miðjunni svo oft í leiknum. Pétur Heiðar nýkominn sem varamaður sleppur í gegn og hér kemur tækling frá Einari Orra og dómari leiksins Helgi dæmir vítaspyrnu og við skoðum þetta atvik betur á eftir en það var Elvar Árni sem steig á punktinn og honum brást ekki bóðalistin frekar en fyrir daginn og sendi Beiti í vítaspyrnu og staðan 1-1. Þetta gerist á 90. mínútu. Bæði lið sótt út í sigur og það hvorugt liðið verið sakað það að vera sátt við jafntefli en hér kemur besta færi uppbótartímans en þá það Káamenn sem að vinna enn og annan skallaboltan á miðjunni. Pétur Heiðar með frábæra sendingu inn á Ásgeir sem hefði komið inn á sem varamaður en Beitir varði þetta bara nokkuð vel. Spurning hvort að Ásgeir hefði haft meiri tíma, skoðum það betur á eftir. En lokatölur á Akureyrarvelli á laugardaginn, Keflavík 1, Káa 1 og stórmeistar jafntefli segja einhverjir. Ási, kannski svona fyrsta, ef við skoðum kannski mark Keflvíkinga, þetta var búið að vera þvílíkur baráttuleikur, mikil stöðubarátta. Fannst þér Keflvíkingar vera svona líklegri til að skora þegar að því kemur? Já, mér fannst einhvern veginn Keflvíkingar alltaf vera svona líklegri til þess að fara að gera eitthvað. Mér fannst svona liðsheildin hjá þeim var miklu meiri heldur en hjá okkur og mér finnst einstaklingarnir hjá okkur betri en mér finnst vant á svona menn væri að hjálpa stað og gera þetta sem lið sem að Keflvíkingarnir gerðu. Og bara eins og lýstir í markinu að þú veist, ef að sá sem skoraði hefði látið boltan fara, að þá var annað bara dauða frýr á fjær sem að hefði geta klára líka. Já, við sjáum það, við reynum að vera eins hlutlausir og við getum í þessari lýsingu okkar og í þessum þáttum. Það samt ekkert orðum öfukið, það var ekki komið eitt opið færi hérna á 38. mínúti þegar markið kemur. Nei, það var bara ekkert að frétta. Maður var eiginlega orðinn frekar svektur með liðið hjá okkur að vera ekki búin að skapa sér meira og svona eins og ég segi, berjast sem lið, hjálpast að og reyna að koma okkur öðrum í stöður. Menn voru endalaust að fannst mér allavega, þú veist, ég er ekki búin að telja það neitt en að vera að snerta boltan og dribbla og tapa honum og bara eins og markið á þeim að þú veist, það skilaði einhverju þegar hann fór af stað en við bara töpuðum honum þegar við fórum af stað. Það var svona það sem ég fannst helst munun á liðunum. Fysikaleikur og seinni hálfleikurinn mikil barátta við ennþá í pínum vandræðum að skapa okkur færi. Það var ekki fyrr en á 90. mínútu eftir að við erum búin að gera okkar 3 skiptingar inn á koma Pétur Heiðar, Ólafur Aron og Ásgeir og sóknarleikurinn svona frískast aðeins og þú veit nú dómaramenntaður við fáum víti. Þetta hefur verið til umræðu eins og samfélagsmiðlunum, ég fæ kannski bara þína skoðun. Á leiknum að þá sáu Káa augum bara víti en ég held að ef maður ætlaði að vera sanngjarn og tala frá hjartanu að þá fannst mér þetta ekki vera víti. Við höfum verið brjálæðir að fá þetta á okkur. Alveg pottitt og svo annað sem kannski menn hafa ekkert að velta sér upp úr að fyrstan dæmir víti. Akkur kemur þá ekki gult spjald í kjölfarið. Og Einar Orri á gulu spjaldi. Já, þú veist, það hefði ekki breytt neinu þarna á 90. mínútu en svona, þú veist, að þau verður að horfa á þetta hann lítur að dæma það á brotið og þá verður hann að koma með gult spjald því að
samkvæmt nýju regluna þá þetta ekki rautt, heldur gult, því að það ekki þessi þrefaldar refsing. Og Elvar Árni punktinn, það ekkert kemur á óvart? Nei, stundur loka maður augunum þegar verið að taka víta á þessum tímapunkti. Maður stóð bara upp og gerði sér kláran í að fagna. Hann alveg sultu slakur með stáltögar greinilega og hann maðurinn sem á að taka svona. Lítið fleiri opin færi, það ekki fyrir í uppbótartíma, ennþá frekar uppbótartíma þegar Pétur setur þessa sendinguna Ásgeir sem á þetta hlaup og þetta eiginlega bara fyrir utan mörkin 2 besta færi leiksins. Já, það bara verður að segjast eins og verið, það var svo og það ber að taka það fram að einkoma varamanna, Ólafur Aron og Petti og Ásgeir, þeir komu allir virkilega vel inn og mér finnst alltaf gaman að sjá Aron hvað hann best og hvað hann tilbúin að leggja sig í þetta. Petti á síðan þessa sendingu, hann á þetta mynda brot í vítinu og síðan náttúrulega hann eins og hýjina þarna inn og hlaupandi út allt Ásgeir. Mér bara hvert einasta skipti sem ég sé hennar strák spila þá fyllist ég bara aðdáun og þetta bara það sem að KA-menn þurfa að sína meira af, vera duglegir og berjast fyrir gottan hann. Heldur betur, ég sagði það held ég í beinu útsendingunni, það hefði verið rán hefði við skorað þetta 2-1 markið, eða ekki? Ég alveg sammála því. Mér finnst alltaf erfitt að fara á leiki sem að Þorvaldur Örlygsson þegar hann að stýra liðunum sínum, hann mjög góður vinur minn og svona ber maður alltaf tauga til þess til hans liða, en ég náttúrulega nummer 1, 2 og 3 KA-maður. Hann svona eftir á heikið, þá var maður mjög glaður í hjarta að labba heima að leiknum með 1 stig. En jú, það hefði verið algjört rán, Keflvíkingar hljóta að vera ennþá svektir, þó maður megi bara vera svektur til hádegisdaginn eftir. Leikurinn þvílíkt fysikalið eru 2 frábær fótboltalið og bara gríðarlega vel mönnuð. Við erum búin að taka saman smá sirpa á brotum. Hér fær Alexander Trinsic guldspjald fyrir tæklingu, sjáðu hérna. Það tryggist allt á bekknum í Keflavík. Já, þetta ég held að það sé bara aldrei annað hægt að gera heldur en að fá guldspjald þarna. Hann fer niður á raskati með lappirnar á undan sér og klórar eitthvað í mannin, hvort sem hann hefði komið við hann eða ekki. Þetta var bara klárt guldspjald og ekkert yfir þessa kvarta. Það hitt í mönnum og hér bara strax í upphafi seinni fær Einar Orri guldspjald fyrir þetta brot á einmitt Trinsic. Sparkar í höfuðið á honum, sjáum að Alexander beygir sig aðeins fram en Einar Orri fyrir ansi hátt með löppina. Já, þetta náttúrulega stórhættulegt og ég held að hann geti alveg þakkað fyrir litin á þessu spjaldi. Það hefði alveg verið hægt að veifa rauðu en ég verð að taka það fram að heilt yfir finnst mér þessi dómari verið að standa sig alveg gríðarlega vel og hann ef ég maður rétt þá var þetta annar leikurinn sem hann dæmir hjá okkur og þetta bara flottur ungur strákur og já, mér fannst hann bara gera vel þarna. Ég hugsa að ég hefði bara stutt hann í þessu. Stuttur seinna, aðeins 4 mínútum, kemur þessi tækling frá Kallum á einmitt Einar Orri. Einar Orri var gríðarlega mikið í leiknum. Ási, þetta lítur ekki vel út. Þetta náttúrulega alveg fullorðins tækling. Ég held að við verðum að teljast mjög heppnir við KA-menn að missa ekki manninn af velli þarna. Hann með fótinn allt og hátt uppi, hann fer allt og hratt. Hann enga stjórn á því sem hann að gera, þannig að í mínum huga var þetta bara klárt rautt spjald en aftur á móti ég held að dómarinn gerir þarna svona okkur smá greiða því að hann búinn að taka upp gulaspjaldið leið og ætlar að sýna öllum hann ætlar að gefa gult og hefur því ekki, kannski búinn að missa tækifærið að láta aðstofamenn sína meta þetta með sér og kom inn á það að þetta væri rautt spjald og þetta var bara heppni hjá KA-mönnum. Já, og það hitt í mönnum hann eins og við sjáum, en svo það Frans Elvarsson sem fær guldspjald fyrir þessi tæklingu á Júra. Þetta ekki bara kennslubókardæmi hvað guldspjald og ekki? Jú, þetta fer bara í diskana hjá Júfa hvernig á að gefa guldspjald og hvenær, þetta bara basic. Og svo þetta síðar spjaldi hérna kemur Ólafur Aron einmitt eins og nefndir á hann, kom inn og barðist, þetta nýkominn inn sem varamaður þarna og hann kemur bara og lætur finna vel fyrir sér. Já, hann bara að sýna það, hann að vera þarna og hleypur út allt og tekur síðan sprettinn tilbaka og kemur sér í stöðu og það kannski svona sem okkur vantar meira, menn séu bara tilbúin að láta finna fyrir sér og þegar búið að flauta þá komi menn sér bara í stöðu, snúi ekki baki í allt rastlið og hengja haus. Það einmitt það og ég get tekið undir þetta á sig, töluðum það í lýsingunni og Andri Snær Stefánsson að þetta var akkurat svona í þessu leik, menn fóru upp í alla, eða svona reynda að fara upp í allar skallaboltar, reynda að láta finna fyrir sér, tóku jafnvel þess að auka eldu, þess að dauðu bolta bara til að fara í smá kontakt, það
svona senda skilaboð? Já, þetta bara fótboltinn, það bara, menn verða að láta stundum finna fyrir hans fyrir sér. Þannig að heilt yfir, getur þú sem KA-maður verið sáttur með stig úr svona leik? Mjög, já, bara eins og kom á hann inn á að ég held við hljótum að fagna því og það hefði bara verið rána Björtun Sumardegi að taka öll stigin út úr leiknum. Það hefði verið illa gert hvort Keflvíkingum, en það er kannski ekki spurt af því. Það er ég sammála og við látum þessari yfirferð okkar KA Keflavík lokið. Það var engin kvennaleikur hjá okkur í vikun, það eru konar í pásu. En þangað til seinna, takk. Mættur til okkar í stúdíó er Jónatan Magnússon, kominn aftur til Íslands eftir nokkra ára fjarvegur í Noregi. Við ætlum að spjalla eins við Jónum ferilinn og byrjum kannski leiðum Jónatan að segja okkur aðeins frá þessu. Jónni, hvenær stígur þín fyrstu skref með meistaraflokki og svona hvað var í gangi hjá klúbbnum þá? Herðu, ég kem inn í meistaraflokkin tímabil 97-98 minnum mig. Fyrsta ári sem að Atli Hilmars tekur við, liðið 9 ára Íslandsmeistari og allar stóru stjörnurnar búin að vera þetta voru nóna fleiri. Þannig að ég held þessi fyrsta ári sem ég kem inn, það Atli tekur við. Og eftir það náttúrulega fór á stað mjög skemmtileg tími, en eftir náttúrulega gullalda tímabili, þannig að þetta var svona ákveðið challenge og við náttúrulega litlu alveg hérna með þvílíkan stjörnur í augunum frá því að þeir voru hérna gaurarnir stóru, þannig að ég var bara fyrst tímabili. Þannig að þú 17-18 ára gamall og þið verið deildarmeistari svona kannski mörgum óverum? Já. Það getur vel verið, ég man lítið eftir þessu, en ég man að fyrsta árið mitt var ég þetta ár allavega, fyrsta ár þá var ég bara kjúklingurinn, fekk að vera með og þar voru gamlir ennþá, gamlir Leo og Brói og Sævar og Valdi og fleiri sem voru svona stóru strákanir og þá var Heimir og þeir Þórir Sigmunds minnum mig, einu ári eldri komnir inn, þannig að já, þetta var bara rosa stórt fyrir okkur og man eftir því þetta var það var þvílík virðing sem að við höfðum fyrir þeim sem að voru í liðinu eldri og það já, það er eitthvað sem ég er búin að tala mikið svona seinni árin hvað var mikið og stórt verk fyrir okkur að fá að vera með í þessum meistaraflokksópi og það fannst mér og við vorum teknir í nefið af eldri en samt náttúrulega fengum við mjög mikla leiðbeiningu frá þessu sem eldri voru, þannig að ég man eftir því að það var mjög eftirminnilegt. Þú heldur spilar handbolta hérna Akureyri og verður til að mynda Íslandsmeistari. Hvað svona sem stendur upp úr kannski á þínum svona spilandi ferli með KA? Það eru, eins og ég segi, þetta er langu tímabil, mörg ár, þannig að það er alltaf þannig að það eru svona einhvern veginn, það eru svona þessi stóru leikirnir sem einhvern veginn það eru sem ég segi, það er deildarmeistaratitil sem ég man eftir þegar þá voru við deildarmeistari, ég man ekki hvað ár, það var síðasta skoti í síðustu umferð. Ég man það mjög vel að því að ég skoraði sigurmarkið, ég held að vera eina markið myndi leiknum. Og svo náttúrulega eru við bikarmeistarar með Jóa Bjarna og svo náttúrulega sjálfsög Íslandsmeistaratitilinn sem við unnum alla, það var náttúrulega og svo eiginlega sá mánuður, apríl-mánuður, úrslitakeppni þegar við erum Íslandsmeistarar, hún er kannski það svona ég held standi mest upp á því það náttúrulega var eins og allir muna ótrúlegt innvíð, þannig að valseinvíð og ég held að það sé svona það sem ég tala mest núna, það var þessi Íslandsmeistaratitil sem náttúrulega bara sem ótrúlega flottur af því að við vorum að gera þetta eiginlega mjög mikið á heimastrákum, öfugt við það sem að gerðist 97, við vorum flestir held ég bara KA-menn sem að voru pluss Litáarnir 2 sem að voru. Þannig að ég mér þykir rosalega vænt þann Íslandsmeistaratitil og svo sjálfsög náttúrulega bikarmeistaratitilinn sem að við tókum og það var mikið heimamenn sem að það finnst mér vera gaman. Það er kannski ekki allir sem vita það, þú varst ansið frambærilegu fótboltamaður líka og átt að ég tel meistaraflokks leiki fyrir KA, passa það? Já, ég það var svona á þessum amatör tíma hjá KA vil ég meina, ég held að sé ekki að bera það saman í dag en ég var fleiri en einn, ég var örugglega ég spilaði 2 tímabil í fyrstu deild og það var þá æfði ég ekki fótbolta. Þá var ég hættur að æfa fótbolta og spilaði bara með öðrum flokki en það æxlaðist nú þannig að þetta var, ég man ekki hvernig það var en allavega ég spilaði Siggi Lár var það þjálfari og hvort Einar Einars hafi verið seinna árið eitthvað, ég man ekki allavega ég spilaði
spilaði einhverja meistaraflokksleiki og var vinstri bakvörður, ég var í uppfylling á stöðunni og ég vil ekki meina að ég hafi getað neitt en allavega, ég er búinn að segja frá því líka til Noregi að ég hafi spilað First Division fótbolta og það menn sem hafa séð mig núna trúa alls ekki en það er engu síður staðreynd. Var það sérst aldrei eitthvað vafamál hvort þú myndi velja handbolta eða fótbolta? Sko, jú, það var reyndar svona, ég valdi nú töldulega snemma og það var nú eiginlega pabbi gamli sem að það var pabbi heitinn sem að eiginlega valdi fyrir mig því að við vorum sem sagt að jú, það var, ég verið 15 og þá var ég náttúrulega bara í báðum íþróttum og það var eiginlega ljótt að segja pínu pressa frá báðum greinum að ég skildi velja réttu grein og ég man að ég átti þetta spjall við pappa á hausti 1996 eða 95 kannski og spurði hann hvað ég ætti að gera og pabbi náttúrulega svo menn vita mikill fótboltamaður, Þórsari og ég sagði hann pabbi ég veit ekki hvað ég gera og hann sagði við mig já þetta er einfalt, þú velur en ef þú ætlar að velja fótbolta þá var þetta á hausti þá ferður þú ekki handbolta í vetur heldur verður hérna niður í Laugagötu og verður með bolta á tánum og reynir að bæta boltatekninina og þá þurfti ég að velja milli að fara að vera í Laugagötu, einn með bolta eða fara á handboltaæfingar og allir Gísla og allir upp í höll og þá var það eiginlega handbolti fyrir valinu og ég sé svo sem ekkert eftir því nema já nei, á engan hátt en pabbi náttúrulega það var hann sem að benti mér á þetta, hann pressaði mig aldrei en ég vissum að hann hefði viljað að ég valið fótbolta. Einn landsleikur fyrir Íslands hönd, fannst þér sjálfum þú eiga skilið að vera meira inn í landsliðinu eða fá svona meiri tækifæri einhvers staðar á alþjóðavettvangi sem handboltamaður þegar þú varst á toppi ferilsins? Þetta er einfalt svar nei því að ég er alveg með þá hrein og menn er ekki valdir í landsliðinu nema sem nógu góðir en mér langaði alveg rosalega að hafa fleiri landslíki og á þessum tímabili þar sem maður kannski á hápunkti ferilsins þá var ég held ég ansi nálægt í að vera valinn í þetta landslið og var einhvern sem að tvisvar sinnum valinn í einhverja hópa en svona end of the day þá held ég að hafi bara vantað upp á gæði menn er ekki valdir í landslið nema það séu nógu góðir og ég staðan fyrir að vera eitthvað bitur því að það er margir sem bara tala við mig og segja bara já skrítið þú er ekki valið í landslið en það þú veist menn eru bara ef þeir eru ekki nógu góðir þá er ekki valdir í landslið þannig að einfalt svar. Takk fyrir þetta Jóni, frábært að fá að spjalla þig. Bara sömuleiðis, takk. Atli Fannar er einn af fjölmörgu þjálfurum í sjöttálki karla. Atli, segðu okkur, hvernig er þessi flokkur? Fjölmennir, hvaða mótir í sumar og svo framvegis? Þetta er nokkuð fjölmennur árgangur. Þeir munu fara á 2 svona nokkuð stórmót í sumar. Eitt er helgina, það sem er setmótið á Selfossi. Svo er orkumótið í Eyjum og þessi hópur er svona vanlega rúmlega 50 æfingum en við segjum ekki séu svona 60 eitthvað áskrá þannig að svo bara give or take hverju mæta. Strákarnir, þetta er aðeins meiri fótbolti en í sjöunda flokki. Hvað er það sem að þjálfararnir leggja áherslu fyrir svona sumarinn svo núna? Sko eins og með sjötta flokkin þá er það náttúrulega eldra ári sérstaklega. Ég er náttúrulega að fara dett í 15 flokk þar sem það er náttúrulega bara að spila næstu í alvöru fótbolti þó að sé sjömanna. Þannig að við reynum náttúrulega að bæta þá þessa taktísku þætti hjá þeim. Það sem eru sendingar og stöður og annað. Að menn sé ekki alltaf bara allir hlaupa eftir saman boltanum. Og svo munar oft gríðarlega styrkur hjá sumum strákum að sér eins og það eru stærri strákar sem nýta þess betur að vera stærri og þeir minni þurfa kannski ofta að passa sig á þeim stærri þegar þeir fara á fulla ferð en sem ég segi, það er þessi taktíski þáttur, tækni líka svo náttúrulega bara almennt spil, já þeir þurfa að fara að æfa það almennilega og þeir fara upp í alvöru bolta, þannig að það er svona helsti þátturinn. Sjötti flokkur eru strákar sem eru í 3. og 4. bekk. Það er ekkert of seint að byrja að æfa þarna þannig eitthvað? Nei, alls ekki. Alls ekki. Ég meina, bara eins og í fyrra sumar, þá vorum við að fá bara, ég man ekki hvað voru margir, ég held að það var einhverjum 12 eða eitthvað sem byrjuðu nýjir í 5. flokk sko. Þannig að þú veist, bara ef þú hefur áhuga á fótbolta, þá bara byrja að mæta á æfingar, endilega. En svona fyrir þig, hvað finnst þér skemmtilegast við að þjálfa akkúrat þennan aldur? Þennan aldur? Það er svona komið smá pungur í menn og menn eru byrjaði með smá stæla, þannig að það
mjög gaman að fylgjast með svona fyrstu skrefin í því. Það er svona það sem ég finnst skemmtilegast við þennan hóp, að menn eru svona uppgöta líkamlega styrk og fleira, þannig að það eru svona smá stælar í þeim. Atli, við ætlum ekki að tefja þig lengur, þú ert að fara að stjórna æfingunni hérna, gangið vel, Unnur. Já, það er. Við erum komið með 2 snillinga hérna í 7. flokki karla hjá okkur. Almar, þið eru eldra eða yngra ári? Eldra. Og hvaða mótur í það eru í sumar? Sjálfmótið. Þetta hlakkaði til að fara á sjálfmóti? Já, Hvernig heldur ykkur gangi í sjálfmótinu? bara vel. Heldur þið vinnið einhverja leiki? Já. Hvað er það skemmtilegt að vera í fótbolta? Spila. Dagur, þú ert líka eldra ári, þú ert líka að fara á sjálfmóti. Já. Heldur þið vinnið í sjálfmóti? Mögulega. Hvað finnst þér skemmtilegt í fótboltanum? Skotleikir. Með hvað liðið heldur í enska? Chelsea. Af hvað heldur með Chelsea? Út af þeir eru bestir. En Líka út af þú heldur ekki með þeim. Almar, segðu mér, hver er uppáhaldsleikmaðurinn í K.A.? Almar. Af hverju er Almar uppáhaldsleikmaðurinn? Ég bara veit það ekki. Heldur að K.A. fari upp við fyrstdeildina í sumar? Já. En þú, Dagur? Já, ég held að það komast upp. Hver er uppáhaldsleikmaðurinn í K.A.? Það eru 3. Grímsi, Hrannar og Ívar. Strákar, ég ætla ekki að trufla ykkur, gangu við lafingu. Takk. Fjölmargir leikir fóru fram á K.A.-svæðinu í liðinni viku. Þar ber helst að nefna leik K.A. Dalvík Reynis gegn Víking í öðrum flokk karla, þar sem K.A. fór með góðan sigur á Hólmi. Þá lék K.A. bæði 15. flokki karla og 15. flokki kvenna í vikunni, eins og sjá má á skiltinu. Og helgina voru alls 8 11 manna leikir á K.A.-svæðinu. 3. flokkur karla lék við Stjörnuna, 4. flokkur karla lék einnig við Stjörnuna og 3. flokkur kvenna lék við sameinalið Breiðabliks og Augnabliks. Úrslitin voru upp og ofan, en K.A.-liðin gerðu sitt allra besta. Nóg er að vera framundan, en í næstu viku hefst Arsenalskólinn hérna á K.A.-svæðinu. Í þessari viku eru hins vegar fjölmargir leikir á svæðinu. Þar eru til dæmis pollamót í 7. flokki karla hér á 5. 5. flokkur karlaleikur heimaleiki hér á miðvikudaginn, 3 leikir í 3. karla á laugardaginn og 1 leikur í 4. karla. Þá fer 7. flokkur karla á Akranes og 7. flokkur karla fer á Selfoss eða keppa á setmóti og 5. kvenna á pæjumót. Það má því segja að K.A. krakkar verða á ferð og flugi. Síðast en ekki síst er að sjálfsögðu leikur K.A. gegn Leiknis í inkasso-deildinni í Reykjavík á sunnudaginn. Ásið, þú ert ennþá hjá mér hérna eftir langan þátt. Við erum að horfa á stöðutöfluna í fyrstu deildinni. Þetta er þvílíkur pakki. Grindavík efsti með 12 stig. Síðan koma K.A. Leiknir Reykjavík og Þór Akureyri öll með 10 stig og öll með +2 í markatölu. Keflvíkingar 1 stigi eftir þar með 9. Fram á Haukar, við getum alveg talið með í 8 og 7 stigum. Er þetta að koma á óvart? Nei, kannski ekki. Það voru náttúrulega mjög mörg lið sem að gáðu það út fyrir tímabilið að það er ætluð að fara upp. Og svo kom alltaf einhver á óvart. Kannski ekki gríðarlega svona í efri partinum sem er að koma á óvart. En við getum samt alveg farið neðar í sætin því að þú Selfoss sem er 60 og þau eru 4 stigum frá okkur. Þetta er bara svakalega jafnt og ég meina kannski HK og Leiknir svona þau lið sem að manni sýnist vera hvað slökust en eins og við sáum Huginn hérna á K.A.-velli daginn að þetta er bara mjög frambarilegt lið og þeir eru eftir að býta frá sér en svo náttúrulega, já, eftir næsta leik að þá kemur góð pása þar sem að menn geta endurstilt sig og spurning hvað gerist eftir það og kannski þau lið sem eru að spila hvað best núna, það er ekkert það sem segir að það muni halda áfram, það er ábygglega óþægilegt fyrir þau að fá svona langa pásu til að stoppa rennið. Hárrétt og það er kannski best að koma inn á það er heil umferð á sunnudaginn kemur í fyrstudeildinni og þetta er fyrir EM-pásuna svokölluðu. Grindvíkingar sem eru á toppnum eiga HK sem hafa valdið vonbrigðum. HK voru ferskir undirbúningstímabilinu með Reyni Leósson í brúnni. Mér fannst þeir allavega að ég hefði getað spáð óvart. Já, ég átti ekki von á neinu hjá HK. Kannski er ég þú veist að eitthvað hjálpaði með því að segja þetta en HK er bara á því leveli sem ég átti von á þeim í rauninni. En Grindavík, þeir eru efst í deildinni og
Ég átti ekki von á því. Nei, þeir samt gáðu það út fyrir mót að þeir ætluðu að vera þarna og ég horfði á hluta af leik þeirra í bikarnum við Káa og það kannski ekki alltaf að marka bikarkeppnina en mér finnst þið bara flottir og bara, virkaði bara rock solid lið. Það alveg hárrétt og síðan Þórsarar okkar ekki fjendur í Þór þegar Huginn á heimavelli. Huginn kom hérna og hljóp úr sér lungum gegn Káa heimavelli fyrir 3 vikur síðan. Þórsararnir, þeir hafa verið að sigla inn stígun, kannski ekki fallegustu stígi heimi en þau eru að koma. Já, ég meina, Þór bara rock solid lið sko, og eiga eftir að vera þarna í einhverja af þessum efstu sætum og ef allt verður eðlilegt þá eru þeir að fara að rúlla yfir Huginn. Ég að tala um sko 5-6-7-0. Síðan það okkar leikur Leiknir Reykjavík Káa á sunnudaginn klukkan 2 á Leiknisvelli. Ghetto Ground eins og hann kallaður. Þeir Leiknismenn ekkert vanir að tapa mörgum stigum hana. Nei, og ef að Þórsararnir eru tilbúinir að deyja fyrir klúbbinn, þá eru Leiknismenn tilbúinir að ganga aftur fyrir klúbbinn. Og það verður mjög erfitt að fara og ætla sér að sækja punkt eða 3 punkta þarna. En ég hef nú trúið að það eru einhverju Káamenn að fara á Selfoss og fótboltamót og verða á ferðinni og við mætum þarna og styðjum okkar lið og sjáum hvað gerist. Heldur betur, Leiknir koma beint niður úr Pepsi-deildinni í fyrra, missa ekki nema 2 svona stóra pósta hjá sér. Jú, útlendingarnir fóru einhverju kom í staðinn en þeir missa Hilmar Árna og missa Sindra Björnsson, en annars eru þeir nánast með 1 manna lið og fór upp burstaði deildina fyrir 2 árum síðan. Þeir eru taktískir, þeir eru varnarsinnaðir, fá ekki mikið að mörkum á sig. Hvað þarf Túfa að gera til að klára Leiknisleikina, að sækja stig í Leiknisleiknum? Hann þarf að vera snjallari heldur en 2 betri þjálfurum landsins. Sko, þú veist, Leiknisliðið ekki bara með góðan þjálfara, heldur eru þið með þjálfara sem að ég alveg vissum, aðstoðarþjálfara sem að ég vissum að bara mörg lið hafa hugsað sem aðalþjálfara. Þannig að tala Kristján Guðmundsson og Jörund Ákæðegi. Jú, ég meina, eitthvað lið á Íslandi með aðstoðarþjálfara að þessu kalibri? Ekki sem ég man eftir. Þannig að, þú veist, hann þarf bara að vera snjallari heldur en þessi 2 og þá kemur þetta. Ég meina, bæði lið eru með frábæra mannskap. Káamenn þurfa að gera það sem Leiknismenn gera vel, að þeir þurfa að spila sin lið og þá eigum við alveg möguleika að taka 3 punkta. Selfoss Fjarðabyggð, kannski fókus mikið á hann, Keflavík Fram, Framararnir, við unnum það í fyrstu umferð, hafa verið stígandi í hann síðan. Keflavíkingar suðu með sjó, sterkir, þetta hörkuleikur. Ja, þetta alveg hörkuleikur og við sáum hérna þegar Framararnir kom í fyrstu umferð, þá var kannski sóttuðu svolítið á okkur í fyrri hálfleik. Það sem mér fannst vera athyglisvert að það var þessi center sem heiti Buablo eða eitthvað slíkt. Mér fannst hann alltaf líklegur til að fara að gera eitthvað. Tókst ekki alltaf hjá honum en síðan hann búinn að vera bara springa út af því virðist. Ég held að það sé búinn að skora í 4 leikjum í röð og já, ég held að ef hann næsir á strik þá getur þeir trufla Keflvíkingar eitthvað en annars eiga nú Keflvíkingar að sigla þessu heim sko. Ef við sjáum stöðutöfluna aftur þá erum við að horfa á það að ef að allt fer á besta veg þá getum við setið á toppi deildarinnar þegar kemur EM-pásan og ég ætla að sketta mig til Frakklands. Ef allt fer á versta veg á sig þá getum við verið að horfa alveg niður í 7. sæti. Já, ég nú svona þannig þengjandi að maður á kannski ekki að vera að horfa á töfluna núna. Það verður talið upp í haust og þá bara eiga menn að fara yfir og sjá hvað þeir hafa gert á tímabilinu en þú veist, þó eitthvað spilist svona eða hinsegin á leiðinni þá skiptir engu máli, það bara 1 markmið og það að fara upp. Það Ási, þetta eru fín lokaorð. Takk fyrir komuna til okkur í Káa vikuna og áhorfendur góðir fylgist vel með í næstu viku. Takk.